Kæru vinir, við erum hingað saman komin í Hagakirkju til að kveðja hinstu kveðju Margréti Þórðardóttur og velkomin séum við öll hingað, hvert og eitt með okkar myndir og minningar hana. Þær lifa í hugum ykkar og á þær bregður fölskvalausum ljóma. Guð blessi þessa stund og styrki ykkur öll. Við skulum hefja athöfnina með því að helga okkur Guði í signingunni og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Góði Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn son. Við biðjum í hans nafni. Amen. Hann mun þig miskunn
skams mun skína, úr skýjum sólin blíð. Í sálmum Davíðs standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss atfar frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn. Já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Lífsmilda ljós í gegnum þennan geim, mig gleður sýn. Því nú nóg og harla langt heim, ó hjálpin mín. Styrk þú minn fót þótt þrekinn ái skap, ég feginn verð, en áfram miðar samt. Ég spurði fyrr, hvað hjálpar heilög trú, og hennar ljós. Mér sýndist bjart, en birtan þvar og nú burt mig drós. Ég elti skugga, fann þó sjaldan frið, uns fáráðandi sættist Guðsinn við. Þú ljós sem ávallt lýsa vildir mér, þú logar enn. Í gegnum báru, rím og voðasker, nú birtir senn, og ég finn aftur andans fögru dyr, og engla þá sem barn ég þekkti fyrr. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, vér vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum mér þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Þannig hljóðar við heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Amen.
Orð frelsara okkar eru ofarlega í huga á útfarardegi Margrétar Þórðardóttur hann segir: Sælir eru syrgjendur því þeir munu hugsaðir verða. Orð Guðs sem við lesum í heilagri ritningu, þau eru okkur sannarlega styrkur og huggun ekki síst á sorgar og skilnaðarstundu. Með þeim erum við umvafin öryggi og kærleika Drottins sem að geymir okkur öll í faðmi sínum, þar sem við getum hvílt áhyggjulaust og falið okkur honum á vald, sem með okkur alla daga, allt til enda veraldarinnar. Líf okkar allra það markast af því að við heilsumst og kveðjum þá sem auðga tíma okkar út ævina, augnablikið og andartakið með samfylgd sinni og návist, auðgar það sem að mölur og rið fær ekki grandað. Við þykjum úr hendi Guðs sérhvert augnablik og sérhvert andartak. Við tökum á móti því góða sem lífið veitir og jafnframt hljótum við af honum styrkinn til að takast á við það erfiða og mótdræga. Frelsari okkar, Jesús Kristur, hefur staðhæft að sú huggun stærst. Sælir eru syrgjendur því þeir munu huggaðir verða. Þetta tvennt þannig samofið. Drottinn úthlutar okkur mönnunum margvíslegum og ólíkum náðargjöfum, hver einn sinnar gerðar, einstakur með þætti í persónu sinni sem að einkenna líf hans. Og það eru ljúfar minningar í dag sem bregða ljóma yfir stundina. Við finnum það einnig nú að í sorg og söknuði felst líka kærleikur og hlýja. Sorgin aldrei ein á ferð og það þannig þegar við minnumst og þegar við þökkum fyrir liðna tíð. Og það streymir fram þakklæti og ljúfsár tregi þegar hinar liðnu myndir líða fram og fylla hugi okkar, því við skynjum þá svo vel hvers við höfum fengið að njóta á vegferðinni með góðri samferðarkonu. Minningar orðin sem nú verða flutt húsmóðurina og skógarbóndan á Þverlæk eru rituð af fjölskyldu hennar. Við kveðjum í dag mikla ættmóður full þakklætis og heiðrum leið hennar margbrotna lífs og ævistarf. Íslenski þjóðbúningurinn var Margréti kær,
Saumaði hún sér einn slíkan og notaði eins oft og tækifæri gafst. Ömmustelpurnar skarta hér í dag íslenskum þjóðbúningum ömmu sinni til heiðurs, en þær fylgja henni síðasta spölinn. Nafna hennar í búningi ömmu sinnar og Berglind saumaði sinn sjálf, pryddan silfri frá Helgu langömmu. Smáatriðin, þau skiptu Margréti máli, þó þau tækju sinn tíma. Utan haldinu og yfirsýninni sleppti hún ekki. Það hefur hvarflað á fjölskyldunni við undirbúninginn á þessari stundu, hennar síðasta viðburði, að verið sé að stýra ýmsu úr fjarlægð til að tryggja framkvæmdina. Margrét fæddist á Lýtingsstöðum í Holtum þann 3. nóvember 1938. Hún lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum á Selfossi þann 13. apríl síðastliðinn. Foreldrar hennar voru hjónin Þórður Jónsson bóndi á Lýtingsstöðum og Helga Tryggvadóttir frá Kothvammi í Vestur-Húnavatnssýslu. Margrét var einkabarn foreldra sinna. Hún trúlaðist Guðna frá Þverlæk á 22 ára afmælisdegi hans 19. desember 1955 og þau giftu sig þann 8. júní 1957. Foreldrar hans voru Guðmundur Kristinn Þorleifsson bóndi á Þverlæk og Guðrún Guðnadóttir frá Hvammi í Holtum húsmóðir á Þverlæk. Börn Margrétar og Guðna eru 5, elstur er Þórður fæddur 1957, fyrrum eiginkona hans er Sigríður Marta Gunnarsdóttir. Sonur þeirra er Þorgeir, giftur Sólveigu Mekkin Eggertsdóttur og eiga þau 4 börn, Antoníu Líf, Glódísi Líf, Þór, Karel og Indíönu Líf. Ásdís er fædd 1959, eiginmaður hennar er Birgir Guðmundsson og er hann látinn. Sonur þeirra er Bjarni Ásgeir. Þá er Guðmundur Kristinn fæddur 1960, eiginkona hans er Elín Guðjónsdóttir og þau eiga 2 börn, Berglindi og Hafstein. Berglind er gift Jóni Elvari Hjörleifssyni og þau eiga 5 börn, Svölu Huld, Heiðrúnu, Freyju, Iðunni og Hjörleif Kristinn. Hafsteinn á 2 börn, Jönu Mist, móðir hennar er Sara Hrönn Rúnarsdóttir og Bergsvein Mána og móðir hans er Sigurbjörg Eva Sigurðardóttir. Friðgerður er fædd 1963, Friðgerður Helga. Eiginmaður hennar er Guðjón Sigurðsson og eiga þau 3 börn, Sigurð, Guðna og Margréti Rún. Sigurður er giftur Marlene Tís og eiga þau 4 börn, Unni Kristínu, Lísu, Elías, Guðjón og Jakob Helga. Guðni á 2 börn, Kolfinnu og Kristinn Fannar. Móðir þeirra er Hugrún Pétursdóttir. Margrét Rún er í sambúð með Ívari Þór Elíasinni. Þröstur er fæddur 1967, er yngstur. Eiginkona hans er Kristín Pála Sigurðardóttir og fóstursonur þeirra er Daniel Freyr Jóhannesson. Afkomendur Margrétar og Guðna, börnin 5 og öll ömmu og langafa börnin eru alls orðin 28. Uppvaxtar árin átti Margrét óvænt í faðmi stórfjölskyldunar, sunnan og norðan heiða. Hún var á 3. ári þegar faðir hennar dó vegna lungnabólgu, en á þeim tíma voru súlfali varla komin á markað hvað þá pensilín. Sama leyti datt móðir hennar á hálku og handleggsbrotnaði. Hún var því ófær að sinna áfram bústörfum á Lýtingsstöðum. Staða þeirra mæðgna var því ansi erfið, það var mikið atvinnuleysi og hvorki styrkir til ekna né barnabætur. Systkini móður hennar buðu þeim mæðgum að koma til þeirra norður á Vatnsnes. Fyrst fóru þær að Skarði til Sigur Óskar, systur Helgu. Þar var mikið hjartarúm en húsakynni þröng. Fljótlega fluttu þær til Ólafs bróður Helgu og Ingibjörgu konu hans. Þar var von á 3. barninu og þau vantaði sárlega aðstoð. Ólafur var lítið heima á vetrum vegna vinnu sinnar sem þingskrifari á Alþingi. Þær mæðgur fluttu til þeirra og voru hjá þeim í 6 ár, fyrst í Grænahvammi og síðan í Kothvammi. Skólaganga Margrétar hófst mun fyrr en venja var til sveita, hún 7 og 8 ára gömul sótti farskóla í Helguhvammi með Helga frænda sínum sem var árinu eldri. Þau fengu að vera með eins og hún sagði. Svona náið sambýli með sínum frændsystkinum í æsku var Margréti dýrmætt í hennar sára föðurmissi
og voru börn Ólafs í hennar huga ætíð sem systkini, enda hafði Helgi sagt við hana: þú mátt eiga pabba minn með mér. Þegar Margrét var á 9. árinu þurfti móðir hennar vegna veikinda að fara suður til lækninga. Þær fluttu því suður og dvöldu tíma hjá Auðbjörgu systur Helgu og hennar manni Torfa á Hlébergi í Garðahreppi. Einar sonur þeirra var 10 árum yngri en Margrét og passaði hún hann talsvert. Hún leit einnig á hann sem bróður sinn og höfðu þau alla tíð samskipti sem slík. Hléberg var alveg í útjaðri Hafnarfjarðar og gekk Margrét þaðan í skólan inn í Hafnarfjarðarbæ til 12 ára aldurs. Þá ákváðu þau Auðbjörg og Torfi að flytja norður að Tungukoti á Vatnsnesi. Móðir Margrétar hugnaðist ekki að fara með þeim þangað. Fannst það of afskekkt og langt fyrir barnið að fara í skóla. Henni bauðst þá ráðskonustaða hjá Þórði í Þjóðólfshaga og þær fluttu þangað og voru óvænt aftur komnar tilbaka í Holtin. Þar dvöldu þær í 3 ár og var Margrét 2 fyrri veturnar í skóla á Skammbeiðsstöðum. Fyrstu veturnar sem þar var skóli. Þegar hún var send með mjólkurbílnum að fara í fyrsta sinn frá Þjóðólfshaga í skólan, vissi hún ekkert hvert hún var að fara. Hún sat á einum mjólkurbrúsanum á opnum pallinum þennan haustmorgun á leið í heimavistaskólan, upp Hagabraut að vestan. Var þessi bílferð henni mikil upplifun að eigin sögn, því á leiðinu opnaðist fyrir henni útsýnið, landslagið og gróðurmoldin í holtunum, þar sem hún átti svo eftir að setja stað með sínum lífsförunaut, sá fræjum og skjóta rótum. Hún fermdist vorið 1952 í Marteinstungukirkju þá á 14. ári. Árið eftir fluttu þær mæðgur að Lýtingsstöðum. Þar bjó þá Lýtingur föðurbróðir hennar, orðið einn með aldraðri móður sinni Sigurleifu, ömmu Margrétar og tengdamóður Helgu. Skólagöngunni var ekki lokið, hún fór í Skógaskóla 2 vetur og útskrifaðist þaðan vorið 1956 með aðra hæstu einkunn. Hún átti gott með að læra, var afburðanemandi og lauk þarna 3 ára gagnfræðaprófi á 2 árum. Þetta lagði hún á sig einfaldlega því hún hafði ekki efni á að vera 3 ár í skólanum. Á miðju seinna skólaárinu í byrjun árs 1956, þá nýtrúlofuð Guðna, flutti hún sitt heimilisfang að Þvarlæk, þar sem hennar beið ævistarfið sem húsmóðir og bóndi. Helga, móðir hennar, flutti svo fljótlega til þeirra og bjó hjá þeim meðan hún lifði. Þar með var búferlaflutningum þeirra mæðgna lokið. Guðni og Margrét bjuggu allan sinn búskap á Þverlæk í nálagt 7 áratugi með blandað bú í byrjun en lengstan tíma með kýr og síðast eingöngu með íslenskar landnámsælur og tré. Margrét vann þar við hefðbundin húsmóður og sveitastörf utan fyrsta veturinn í þeirra hjúskap, þá vann hún við skrifstofustörf hjá Kaupfélagi Rangæinga á Hvolsvelli. Fyrir launin keypti hún sér saumavél sem reyndist henni notadrjúg við fatasaum á sig og börnin. Margrét talaði oft starfið á Hvolsvelli sem veturinn sem ég vann. Það segir meira en mörg orð tíðaranda þess tíma. Hún tók alla tíð virkan þátt í félagsmálum og var fljót að bjóða sig fram og taka ábyrgð í hverjum þeim félagsskap sem hún tók þátt í. Henni var sífellt að taka Guðna frá verki. Hún vildi vera sjálfstæð og sjálfsýnsráðandi, ekki upp á aðra komin með að sinna sínum hugðarefnum. Hún lærði á bíl leið og þau Guðni eignuðust sinn eigin og tók bílpróf sumarið 1967, en fyrst kvenna í sveitinni. Það veitti henni einnig aukið frelsi að hafa móður sína á heimilinu til aðstoðar við húsverkin og barnauppeldið. En það reyndi stundum á og hún þurfti sína upplyftingu. Hún gekk strax ung í kvenfélagið Einingu, tók alla tíð mjög virkan þátt í starfi þess og lét sig málin varða. Félagið var henni mjög dýrmætt og ekki síður konurnar í félaginu. Þar myndaðist sönn vinátta án kynslóðabils.
Hún var gjaldkeri kvenfélagsins árabil eða þar til hún tók sæti í stjórn SSK. Hún var fyrsti gjaldkerinn í félaginu sem hafði þann háttinn á að hún gekk sjálf frá ársreikningi félagsins. Margrét var gerð að heiðursfélaga í desember 2022 á 100 ára afmælisfundi einingar. Hún var mjög stolt og snortin af að hljóta þá viðurkenningu. Hún sótti mörg námskeið hjá félaginu bæði til gagns fyrir húsmóðurstarfið og sér til skemmtunar. Það fyrsta þegar hún var unglingur og ekki orðin virkur félagi. Hún fékk að taka þátt því móðir hennar var í félaginu. Það var saumanámskeið og mætti hver með sína handsnúnu saumavél. Þar var kennt að lesa úr og teikna upp snið úr búrdablöðunum og saumaði Margrét sér sumarkjól. Eitt af eftirminnilegri námskeiðunum var námskeið sem hússtjórnarkennari úr Borgarfirði kenndi. Það þótti svolítið sérstakt námskeið en sannarlega gagnlegt, því rétt eins og smiður kaupir ekki fyrsta hamarinn sem hann sér, þá kenndi hún þeim að velja eldhúsáhöld og mikilvægi þess að vanda valið. Kvenfélagið hefur alla tíð haldið mjög fjölbreytt og vel sótt námskeið bæði í handavinnu og öðru handverki og hún tók af mikilli innlifun þátt í þessu öllu. Það voru flosaðar veggmyndir, saumaðir silkipúðar, þrykkt á dúka og svuntur, málaðir og brenndir leirmunir, málað á postulín og alls konar gler, listaverk gerð. Saumaðir voru þjóðbúningar, föndraðar jólakúnulur og perlusaumað smáskraut. Ekki má gleyma tréskurðar, útsems og matreiðslu námskeiðum. Einnig sótti Margrét námskeið í málun mynda á striga með olíulitum. Málaði hún myndir alveg fram á síðasta ár, þá síðustu af Skógarfossi, fossinum sem henni þótti svo vænt um. Hún seldi tíma tækifæriskort með álímdum, þurrkuðum jurtum og blómum sem hún týndi villt eða í eigin skrúðgarði. Margrét náði mjög góðri færni í því sem hún lærði á námskeiðunum og var á hverjum tíma alltaf með einhver verkefni í vinnslu. Eftir hana liggur handverk af ýmsum gerðum í ótrúlegu magni. Hún tók einnig þátt í starfi Sambands sunnlenskra kvenna og var ritari sambandsins í allmörg ár. Hún átti tíma sæti í ritnefnd sem kom því á að ársrit SSK væri gefið út árlega og hefur það verið gefið út síðan. Árið 2013 var hún valin kvenfélagskona ársins hjá sambandinu. Árið eftir í tilefni 85 ára afmælis SSK tók Margrét þátt í skipulagningu og samsetningu veggteppisins frá fjalli til fjöru, fjöru til fjalls, austan og vestan Þjórsár. Kvenfélagskonur á Suðurlandi prjónuðu á göngu, ríflega 1000 einlita búta í mismunandi litum sem saumaðir voru saman. Allt til heiðurs formæðurum sem gengu prjónandi milli bæja og mistu varla niður lykkju. Úr þessu varð listaverk af Þjórsá, Heklu og Búrfelli sem núna prýðir heilan vegg á biðstofu bráðamóttöku HSU á Selfossi. Hún var virkur þáttakandi í málfundarfélaginu ITC Stjörnu í 20 vetur á 10. áratug síðustu aldar og 1. áratug þessarar aldar. Það var líflegur félagsskapur sem fólst meðal annars í sjálfstyrkingu, þjálfun í að tjá sig og koma fram. Þar var tekist á hin ýmsu málefni í ræðustól. Meðlimir skiptust á að sitja í stjórn og skoraðist hún síður en svo undan því. Haldnar voru reglulega ræðukeppnir innan deildarinnar og milli deilda á landsvísu. Hún hafði mikla ástríðu fyrir þáttökunni í ITC og lagði sig alla fram og vandaði til verka við ræðuskrifun. Hún tók oft þátt í ræðukeppnum fyrir hönd sinnar deildar og sigraði meðal annars ræðukeppni á landsvísu sem haldin var á Húsavík. Margrét var í félagi eldri borgara í Rangárvallasýslu og var ritari í stjórn þar í nokkur ár. Tíma stóð félagið fyrir veðurfundum á dvalarheimilinu Lundi og sótti hún og Guðni flesta þá fundi. Hún var lengst af ritari veðurklúbbsins og sá að koma veðurspám í héraðsblöðin. Margrét var félagi í ungmennafélaginu Ingólfi, þau Guðni voru iðin við að taka þátt í gönguferðum og fjallgöngum á sumrin. Bæði á vegum ungmennafélagsins og landsverkefni UMFI, fjölskyldan á fjallið. Sumarið 2014 tók hún ungmennafélagsandan alla leið þegar þau kepptu bæði á landsmóti UMFI 50+ á Húsavík.
Hún í 100 metra hlaupi og spjótkasti í aldursflokki 75 til 79 ára. Árið eftir sumarið 2015 tóku þau einnig þátt á landsmóti ÖMFÍ 50+ og keppti hún meðal annars í kringlukasti. Á þessum mótum setti Margrét HSK-met í fyrrnefndum greinum og á hún þau met enn. Hún sú fyrsta og eina kona sem sett hefur HSK-met í þessum aldursflokki. Hún kom að vinnu við gerð Holtamannabókar sem var gefin út árið 2006. Ritið dýrmætt safn byggðasögu og ættfræði í efri hluta Holtahrepps milli Ytri-Rangár og Þjórsá. Hún ásamt öðrum safnaði myndum af bæjum og húsfreyjum í Holtum, bæði af þáverandi og fyrrverandi ábúendum. Öll býli sveitarinnar voru mynduð og tók hún margar af þeim myndum. Auk þess lagði hún fram mikilsverða aðstoð við frágang á myndum í lokin þegar að prentvinnslu bókarinnar var komið. Hún hafði mikinn áhuga á fuglum, ekki síst smáfuglum sem hún var dugleg að gefa í garðinum sínum yfir veturinn og fylgjast leið náið með atferli þeirra. Hún átti mikið safn af eggjum villtra fugla, egg sem hún hafði safnað langt árabil. Vorið 1998 gaf hún Laugalandsskóla allt sitt eggjasafn í tilefni 40 ára afmæli skólans. Helsta áhugamál Margrétar var ræktun, í sínum víðasta skilningi þess orðs. Hún kom sér fljótlega upp matjurtargarði á Þverlæk og ræktaði þar hinar ýmsu mat- og nytjajurtir, þar á meðal rabarbara og kartöflur. Þegar framliðu stundir og börnin að verða komin af barnsaldri hafði Margrét rýmri tíma til að sinna áhugamálinu. Hún eignaðist gróðurhús þar sem hún forræktaði matjurtir og ræktaði skrautblóm af mörgum sortum. Matjurtargarðurinn austur í Móa stækkaði og tré og runnar bættust í tegundaflóruna. Þegar þau fluttu í nýtt íbúðarhús 1986 var skrúðgarðyrkjan tekin af fullri alvöru og nýtt gróðurhús byggt í nýjum garði. Gómsætu jarðaberin í gróðurhúsinu hennar ömmu eru barnabörnunum minnistæð. Mörg þeirra eiga minningum að hafa laumast í eitt og eitt ber þegar amma sá ekki til. Vandvirkni og góð umgengni einkenndu hennar garðyrkjustörf og fékk hún viðurkenningar bæði fyrir matjurtargarðinn og skrúðgarðinn. Vorið 1974 hófu Margrét og Guðni þátttöku í tilraunaverkefni í skjólbeltarækt á vegum Búnaðarsambands Suðurlands. Aldamótin þegar þau Guðni hættu formlega þátttöku í rekstri kúabúsins og Kristín og Elín tóku alfarið við, var Margrét ekki tilbúin að leggja árar í bát. Hún vildi taka trjáræktina lengra og gerðist skógarbóndi með þátttöku í verkefninu Suðurlandsskógar. Til að geta staðið almennilega að því verkefni fór hún í endurmenntun í garðyrkjuskólanum á Reykjum. Hátt á 70 aldri kláraði hún námskeiðsröðina Grænni skógar, 5 annan nám á háskólastigi. Í sinni lokaritgerð skrifaði hún sögu skóga á Íslandi frá landnámsöld. Hún leitaði meðal annars leifa af gömlum skógi í mýrunum á Þverlæk og fann í skurðbökkunum þar ummerki gamlan skóg. Margrét útskrifaðist úr náminu við hátíðlega athöfn 2. júní 2007 og var eini nemandi þess hóps með 100% mætingu. Hún var ein af stofnendum félags skógarbænda á Suðurlandi. Þar sat hún í stjórn í nokkur ár þar til hún var kjörin í stjórn Landssambands skógarbænda. Í tilefni aukinnar fjarveru konu sinnar á námstímanum samdi Guðni eftirfarandi vísu. Ekki örgrænt að honum hafi einnig þótt langt að bíða árangursins af plöntun græðlinganna. Heima munu grænni skógar skarta. Ég sitt heima og bíð og vona, þó engin þörf að kvarta því þetta 100% kona. Í dag ber skógurinn glöggt merki kunnáttu hennar. Margrét og Guðni voru dugleg að ferðast. Innanlands var keyrt landið og heimsótti ættingjar og vinir. Fyrir norðan var hennar fólk. Það fann Guðni áþreifanlega þegar komið var norður á Hvammstanga í faðm ættingjanna. Þau fóru saman í hópferðir með bændaferðum bæði til Mið-Evrópu og Noregs.
Margrét fór síðan ein með félagi skógarbænda í fræðsluferðir til að kynna sér skógrækt erlendis, bæði til Evrópu og Ameríku. Einnig fór hún í skemmtiferðir með kvenfélaginu allvíða innanlands og á erlenda grund. Margrét stjórnaði heimilinu af mikilli festu og reglusemi, nýtni og sparsemi, enda þurfti þess á stóru heimili. Var sterk kona, gerði hlutina sjálf og var ekki mikið fyrir að biðja aðstoð. Hún vildi hafa fallegt í kringum sig úti sem inni og var vandvirk. Öll þessi matargerð á haustin, slátur gert með gamla laginu og lagt í súr, soðin sulta úr rabarbara og berjum af ýmsum tegundum, en frágangurinn í eldhúsinu var ekki búinn fyrr en dúkurinn var kominn aftur á matarborðið. Allt sem hún vann, hvort sem það var uppvask, að brjóta saman þvott eða gróðursetja tré, vandaði hún sig við og gerði vel. Dagurinn var þannig að hún var að vasast í mörgu, en vinnudagurinn var ekki búinn fyrr en allt var komið í röð og reglu og verkin kláruð með sóma. Hálfkák var henni ekki að skapi. Með aukinni vélvæðingu við bústörfin þegar dráttarvélin var komin í stað hesta og handverkhæra, þá tók Margrét sífellt minna þátt í heyskapnum á sumrin, enda hafði hún næg önnur verkefni og sagði iðulega að hennar eini heyskapur væri að sópa úr stiganum það sem bærist inn í bæ á veturnar. Þær vinnukonur sem hún tók til sín á sumrin fengu frábæra tilsögn þannig að það jafnaðist á við heilan vetur á hússtjórnarskóla. Hún gat verið ýtin en það var alltaf vel meint og falleg hugsun á bak við það. Guðni hafði dálæti á möggu sinni og mat hennar framlag í þeirra búskap að verðleikum. Þó að hvítur litur húsið skríði og húsið sópað bónað fægt, húsmóðirinn hússins prýði og hennar starf mikilvægt. Áhugi á sögu og uppruna hluta stóð hjarta hennar nærri. Hún þreyttist ekki á að segja frá og þegar hún sagði frá voru það hennar fræ. Hún tók sér góðan tíma í að fræða okkur afkomendurna hvað og hvernig þetta og hitt var til komið. Einhvern veginn vissi hún, það sem hugvísindanemar læra, að án sögunar missa hlutir og hefðin sitt gildi. Hún var alltaf að sá fræjum, allan ársins hring, því fólkið og samfélagið var líka garðurinn hennar. Frændsemi var líka eitthvað sem spíraði alltaf hjá henni og skipti hana verulegu máli. Ættarmótin sem hún tók þátt í að undirbúa voru eitthvað annað og meira. Þetta voru uppskeruhátíðir. Hún hafði þolinmæði til að ná sínu fram og hún náði því oftast. Var alltaf tilbúin að bíða eftir að fólk sæi að hún hafði haft rétt fyrir sér. Hún var stjórnsöm og fór vel með þann eiginleika, gerði ekkert nema í samráði við þá sem í hlut átti. Þess vegna náði hún svona góðum árangri. Margrét valdi á Fossheimum síðustu 2 árin og þakkar fjölskyldan starfsfólki þar innilega fyrir góða umönnun, væntumþykju og virðingu. Heilsubrestur hennar vegna Parkinson jókst jafnt og þétt sem torveldaði henni margt. Hún lét það ekkert stoppa sig og með mikilli seiglu kom hún ótrúlegustu hlutum í framkvæmd. Ef þeir sem hún bað að aðstoða sig töldu einhver vandkvæði á þeirri ráðagerð hennar sem hún var með í huga var viðkvæðið iðulega, við sjáum nú til með það. Hún hringdi þá nokkur símtöl ef síminn lét að stjórn og það leið oft ótrúlega stuttur tími þar til hennar hugmyndir voru komnar á fulla ferð og í framkvæmd. Nú hún, blessuð sé minning hennar, komin yfir í nýjan garð og fær að gera hlutina sjálf með sínu lagi. Við afkomendurnir stöndum eftir í skjóli hennar trjáa með fulla vasa af fræjum inn í blómum skrýta framtíðina. Minning þín ljós í lífi okkar, hafðu þökk fyrir allt. Fjölskyldan þakkar innilega líhug, samúð og vináttu. Viðstöddum boðið að athöfn lokinni að þiggja veitingar sem framverða bornar af kvenfélaginu Einingu á Laugalandi. Þetta, kæru vinir, voru orð fólksins hennar. En ég hef verið beðin að flytja samúðarkveðjur hingað í dag frá félagi eldri borgara í Rangárþingi sem þakkar Margréti samstarf og framlag allt til félagsins.
Einnig frá systrunum Ingunni Fjólu og Bryndísi Brynjólfsdætrum sem og frá Önnu Lilju Hafsteinsdóttur frá Ketilsstöðum. Þær hugsa hingað í dag og votta samúð sína. Góður Guð blessi ykkur ástvini Margrétar á vegi komandi tíma. Hann styrki ykkur öll og leiði. Lofum Guð þegar góðir deyja, þeir berist til betri heima. Amen. Mín græna sveit, hverfi lætislaust, var ljóð þitt allt og aðeins hvist þín röst. Á meðan yfir æftum foss og fjöll, þú fórst í holt og mýri blóm þín öll. Og meðan einn var hafinn aldrei ský, og hverjur auga benda djásni því. Í grasi þínu græna sveitin mín, lá grafið landsins bund og fegurð þín. Í djúpri moldu lengi fórstu flest, þau fræ seinna munu vaxa best. Á akri lands í nýrra sumra sól, því sjá þitt gott mun verða höfuðból. Og hann sem ungur yfirgaf þig fyrr, mun aftur knýja á þínar grænu dyr. Í leit að blóm lifir aðeins þar, sem lífsins fyrsta ganga hafin var. Við skulum biðja. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarlu í sporin svo að vér studdna á þinni, hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Margréti Þórðardóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Við skulum lúta höfði hvert og eitt til hljóðrar bænar. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Aðeins og blómstrið eina, uppvex á sléttri grunn,
snöggu augabragði afskorið verður fljót. Lit og bön niður lagði, lífvænlegt endar skjót. Takið drottinlegri blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen. Við skulum lýsa. His name.